Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Listasafnið á Akureyri kynnti nýlega dagskrá safnsins fyrir árið 2018 en safnið fagnar í ár 25 ára afmæli sínu. Það er ýmislegt framundan en stærsta verkefnið er tvímælalaust endurbætur og stækkun á húsnæði safnsins. Það er auðvitað spennandi verkefni og kannski viðeigandi á 25 ára afmæli safnsins að við komumst loksins hingað upp á efstu hæðina í gamla mjólkursamlaginu. Og það verður auðvitað algjör bylting að fá nýjan inngang á safnið, geta tekið þessa hæð í notkun og líka þessa tengibyggingu við Ketilhúsið. Það verður auðvitað frábært og við ætlum að opna 7 sýningar í sumar. Þetta er nú eitthvað sem er búið að standa til þó nokkuð lengi. Já, það var auðvitað þegar safnið var stofnað 1993 þá var talað um það að þegar að brauðgerðin sem þá var hérna í gangi, brauðgerð KEA, að þegar hún myndi hætta þá myndi safnið flytjast upp á þessa hæð með svona góðri lofthæð og fínum sölum. En það hefur dregist aðeins en við bara fögnum því að það sé loksins að verða veruleika þessi gamli draumur. Hvenær hófust framkvæmdir hérna? Þær hófust bara í maí á síðasta ári. Þannig að framkvæmdatíminn er rúmt ár. Og hvað er það sem er verið að gera hérna? Í raun og veru er verið að taka húsið alveg í gegn. Það er verið að skipta um glugga, það er verið að skipta um alla lagnir og já, það er tekið alveg í gegn þetta hús. Þannig að það verði frábært listasafn. Hafa áætlanir staðist um tíma og kostnað og svona? Já. Það er merkilegt að bæði svona tímaáætlanirnar eru að standast, það hefur ekkert óvænt komið upp á og kostnaðaráætlun er líka á pari við það sem verktakinn var búinn að segja að þetta myndi kosta. Þessa dagana er húsnæði listasafnsins nánast óþekkjanlegt enda framkvæmdir í fullum gangi. Stefnt er að opnun í endurbættu húsnæði á þjóðhátíðardaginn sjálfan þann 17. júní. En hversu mikil breyting verður á starfi safnsins við þessar breytingar? Þetta er bara algjör bylting. Bæði fyrir almenning að allt aðgengi að safninu verður svo miklu betra og síðan verður þetta miklu stærra safn. Við förum frá því að vera með 3 sali og Ketilhúsið í það að vera með í raun og veru 12 rými. Og eins og ég segi, þetta eru 7 sýningar sem við ætlum að opna strax á fyrsta degi. Og það gefur okkur þetta tækifæri að vera með mjög ólíkar og fjölbreyttar sýningar. Að vera bæði með gamla klassíska myndlist og síðan það nýjasta sem er að gerast, hönnunar, sýningar sem höfða til barna og svona sögutengdar sýningar. Hvað eru margar sýningar sem þið ætlaði að opna? Þið nú gáfuð út kynningabækling. Já. Hvað eru þetta margar sýningar sem þið ætlaði að hafa hérna á árinu? Það eru 18 sýningar sem við verðum með á árinu. Og við höldum þetta áfram með Lúísu Matthíasdóttur sem er í gangi núna. Hún er alveg til 11. febrúar og síðan í febrúar opnum við 2 sýningar, Bergþór Mortens og sýninguna Sköpun bernskunnar, þar sem myndlistamenn og börn sýna saman. Og síðan heldur þetta bara áfram og Helga Sigríður Valdimarsdóttir tekur við af Bergþóri Mortens og síðan verðum við með útisýningu af því að við þurfum að loka Ketilhúsinu í rúman mánuð meðan það er verið að tengja húsin saman. En við ætlum ekkert að sleppa sýningum, heldur ætlum við að setja þá upp eina útisýningu og sú sýning heitir Fullveldið endurskoðað og 10 ólíkir myndlistamenn gera verk fyrir þá sýningu sem verður sett upp á stöplum víðsvegar bæinn og fjalla sem sagt þetta 100 ára fullveldi Íslands og við fengum einmitt styrk frá fullveldissjóðnum til þess að setja upp þá sýningu. Og sú sýning verður semst alveg frá apríl og fram í ágúst en í júní þá ætlum við að opna nýja safnið með 7 sýningum og síðan höldum við bara áfram. Á Akureyrarvöku opnum við hér sýningu á verkum Þorvaldar Þorsteinssonar, verðum með stóra yfirlitssýningu á verkum Arnar Inga sem opnar í lok október og svo verðum við með fleiri viðburði eins og gjörningahátíðina og Iceland Airwaves verður í fyrsta skipti í listasafninu á Akureyri, tónleikar sem sagt líka.
Húsið hérna hefur nú þjónað ýmsum tilgangi í gegnum tíðina og það er ein sýning sem ætla að leggja svolítið svona áherslu á söguna hérna bara akkurat á þessum bletti. Já, akkurat. Sú sýning heitir Frá Kaupfélagsgili til Listagils og verður semst byggð upp á gömlum ljósmyndum frá svona sögu gilsins, þeirra starfsemi sem var hér þegar hér var málningaverksmiðja og mjólkurbú og hérna smjörlíkisgerð og hvaðeina og síðan þegar þetta breytist í Listagil, flytur inn myndlistaskóli og listasafn og listamenn með vinnustofur og íbúðir og svona sjálfstætt rekin sýningarrými og auk þess eru komin hingað hérna veitingahús og svo framvegis og við ætlum að gera þessari sögu svona skil og gaman að segja frá því að KEA styrkir þessa sýningu enda svona vel við hæfi af því að þetta fjallar auðvitað heilmikið sögu þá samvinnuhreyfingarinnar og KEA. Og nýjasta viðbótin hérna við gilið verður þá kaffihús Listasafnsins. Já, kaffihús á Listasafninu. Einmitt, og það er einmitt í útboði bara akkurat núna og á að skilin tilboðum fyrir 1. febrúar. Og það er auðvitað spennandi að fá kaffihús inn á Listasafnið vegna þess að allir sem vita sem hafa kíkt á listasöfn að það getur auðvitað verið pínu þreytandi að hérna skoða myndlist þannig að það er gott að fá sér hérna kaffibolla og hérna spjalla saman listina inn á milli og aukað sem að þetta kaffihús getur orðið bara svona sjálfstæð eining, getur orðið bara spennandi kaffihús á sínum eigin forsendum, getur jafnvel verið opið lengur heldur en listasafnið og já, þannig að það eru auðvitað líka mjög spennandi og við finnum það að það eru svona mjög mikill áhugi á því að reka kaffihús hér í Listasafninu. Svona að lokum, hversu spenntur er safnstjóri að sjá þetta allt saman gerast? Já, á skalanum 1 til 10, þá myndi ég hygglust segja 10. Já. Ég er mjög spenntur fyrir þessu. Þetta er ótrúlega spennandi verkefni og gaman að vinna þessu. Og líka bara gaman að finna hvað það er mikill áhugi hjá bæjarbúum á þessu og já, ég held að þetta geti orðið safn sem að bæjarbúar eru stoltir af og vilji gjarnan sýna ferðamönnum og gestum sem að koma hingað líka, auk þess að koma hingað sjálfir, oft á ári. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.